En auðvitað stoppaði maður aðeins við og hugsaði, ok, þetta eitt af skilningavitunum manns sem að skerðist við þetta og á maður að taka sénsinn á því að missa enn meiri heyrn við að fara í gegnum annað barneignarferli. Ég er 36 ára, ég starfa sem lögfræðingur í dómsmálaráðuneytinu. Ég heiti Kristín Jónsdóttir, ég er 36 ára og ég starfa sem lögfræðingur í dómsmálaráðuneytinu. Ég missti heyrn við það að eignast fyrsta barnið mitt á öðru eyra og það var hætta af því að ég myndi missa heyrn á hinu eyranu við að eignast fleiri börn. Og þetta fer alveg inn í kjarnann á manni, sko. Þetta er eitthvað sem maður velti fyrir sér, ok, þú veist, manni langar í fleiri börn og ég er bara hamingjusamlega gift og okkur langaði að eiga stóra fjölskyldu og bara sem betur fer þá gerðist það ekki við að eignast annað barn, en þetta er samt alveg eitthvað, þú veist, sem að ég og maðurinn mínum erum búin að ræða mitt núna, ok, langar okkur í þriðja barnið, hvaða afleiðingar gæti það haft fyrir heyrnina mína? Að vera foreldri með heyrnarskerðingu er ákveðin áskorun. Sérstaklega þegar kemur að ég fara í sund, þá þarf ég alveg sérstaklega, ég þarf að segja við börnin mín, herðu, nú er ég búin að taka tækin úr, ég heyri verð, þið þurfið að horfa á mig, þið þurfið að tala við mig, þið þurfið að pikka í mig og ég á 5 og 7 ára börn og þessi 7 ára er farin að fara bara í rennibrautina aftur og aftur, en þessi 5 ára hún vill gera það eins og bróðir sinn og ég leyfi hana, en mér finnst óþægilegt að heyri ekki hvernig hún lögð af stað. Og ég þarf að nota rosa mikið, þú veist, bara sjónina, ok, ég sé þarna litla tásur vera að fara upp háu rennibrautina, sko. Og svo hefur þetta líka áhrif á mann, þú veist, lætin, þú veist, það er læti í litlum börnum og það er mikið öskra, mikill hamagangur og ég þarf alveg stundum að lækka bara í tækjunum, sko, af því að ég svona ræð verð við svona skyndilegan hávaða, eftir að ég fékk tæki báðum megin. Það er svona kemur einhvern veginn kvellar hljóð og maður bregður meira og hefur einhvern veginn áhrif á taugakerfið, ég veit ekki alveg hvernig ég á að útskýra það. Og þú veist, maður hefur hugsað þetta sko, svolítið í nýju ljósið mitt sko, með börnin sína, því nú er þetta ættgengt hjá mér til dæmis og maður er svona, ok, strákurinn minn mjög erfitt með að einbeita sér og svoleiðis, ætlanir mitt bara heyri kannski illa, þú veist, stundum upplýðan heyri ekki, þannig að maður er svona ekstra vakandi fyrir þessu, en maður getur alveg ímyndað sér að fólk sem er ekki með þetta svona nálægt sér, sko, heyrnarskerðingu eða þekkja heyrnarskerta einstaklinga, þau bara kveiki kannski ekki einu svona á þessu, þetta sé eitthvað sem gæti verið vandamál, sko. Þannig að ég er mjög hlynnt því að það yrði skimað aftur fyrir heyrnarskerðingu í skólum.